komið þið sæl. Ég ætla að kynna til leiks hérna Óla frá Streituskólanum. Hann ætlar að fræða streitu og starfi. Ég ætla bara að bjóða velkomin. Og þrátt fyrir mikinn snjó. Og þeirna skafla til að komast til okkar. Þú segir músina. Komið. Herðu bara að gera svo vel. Það ekki hvað ég segir, það ekki nógu vel undirbúin til norðlenska veðrið. Ég heiti Ólafur Ævarsson og ég alvegkennari í Brekkunni og mannleiki hérna á spítalanum í gamla daga. Frískur, ég var aldrei lagður inn, en fólkið mitt var hérna, amma mín var hérna lengi, Signý, og hún sæl, og hún, það var þá, hún var einn af fyrstu sem fengu insúlíni, þannig að hún var oft innilíkjandi, hún keyrði hingað upp yfir brauðinu og kreðaði og hérna insúlínsökki. Það var gammal skvart, svona tíminn. Og hún sá illa þannig að hún var fyrir að spauta sig, þannig að ég byrjaði að spauta hann þegar ég var 11 ára og mér fannst það fellega gaman. Og ætlaði að vera skurðlæknir en svo endaði ég í geðlækningunum, það var svona úr, en ég sé ekkert eftir því. Og ég starfa hérna fyrirtæki sem að heitir Forvarnir. Hvert þú tekið maðurinn? Stakana. Einhver læsing hérna. Í tækinu hjá honum. Ég sé að örin hreyfist en ekki. Nú. Þetta allt blóðsir, eða? Þú verður örugglega að hringja hann eftir, þetta eitthvað meira. Já, ég skal. Þetta komið. Þú erum velkomin. Og ég stend bara þig. Og ég ætlaði svona að segja ykkur heilan í dag og það mjög mikil spennandi þekking heilan. En ég ætlaði svona að tala mest út frá streitunni, en bara að segja það við ykkur. Það ótrúlega mikil ný skemmtileg starfsemi, þekking starfsemi heilans og menn svolítið að skiptast í horn að kannski sé þetta þannig að við séum dálítið mikið prógrammeruð, meira en við höfum kannski áhuga að viðurkenna og hvað skiptir miklu máli genin og svo uppveldið. Fræg bók sem núna rifist sem heitir Blueprint sem segir í rauninni að við séum bara fyrir fram stýrð og prógrammeruð og mikil svona ný þekking á sálfélagslegu vinnuumhverfi, til dæmis hvernig aðstæður eiga að vera á skrifstofu. Þið þekkið þetta með landscape og opna skrifstofur og lokaðar. Þið þekkið þetta kannski með vinnustaðafundi sem eru sérstakir fundir sem eru haldnir reglulega eftir ákveðnum módelum. Þetta svona einfaldir hlutir sem hafa mjög mikil áhrif á heilsuna. Og þannig séð hægt að segja að forvarnirnar í dag eru ekki innan heilbrigðiskerfisins, heldur úti í bæ í fyrirtækjum, hjá mannauðsstjórum og kennurum og tryggingafélögum og fólki sem að hugsa forvarnirnar öðruvísi en við gerum innan heilbrigðiskerfisins. Og þetta svona þetta sem langar að tala við. Hvernig líst ykkur á þetta? Eitthvað sem brennur á okkur annað? Sæl, þið þekkið því. Sæl. Þið þekkið sem annað henni. Við erum næstar. Þannig að þetta svona efnistökin í dag. Hvernig líst ykkur á þetta? Og kjörorðin okkar eru einhvern veginn þá orðin fræðsla til forvarna, nota fræðslu til þess að koma í veg fyrir vanlíðan af streitu, koma í veg fyrir geðsjúkdóma og streitan bara einn þáttur í því sem við gerum. Við erum eiginlega annan fótinn í heilbrigðiskerfinu sem geðheilbrigðiskerfinu og með hinn fótinn í sálfélagslegri vinnu. Og þetta hópur sem kringum mig núna og eru í forvörnum og þetta flest allt heilbrigðismennta fólk, þó ekki alveg. Og hér einn norðamaður, Brynjólfur Ingólfsson, sem þekki flest, sem svona okkar útibú á Akureyri. Hann hjálpar okkur með þá starfsemi sem við erum með hér, sem kannski sérstaklega fyrir Landsvirkjun og Sjóvá. Ef það einhverjum inni sem hefur áhuga á að vinna að streituvörnum, þá sendið þið mér tölvupóst.
okkur langar að opna útibú á Akureyri. Ef það þá einhver streita hérna. Ég glemdi að segja Hannes að eftir hennar fyrirlestur finnir þið aldrei fyrir streitu. Kulnun í starfi og sjúkleg streita, þetta eru svona svolítið nýr málaflokkur og hvernig á að tala þetta. Öll finnum við fyrir streitu og stressi. Langflest okkar finnum fyrir kulnun. Þá segjum við gjarnan þetta kulnun í starfi sem ekki góð orðanotkun. Vegna þess að kulnun ástand þegar maður ræður ekki við lengur af því að álagstaktin orðin miklir. Og þeir eru yfirleitt ekki bara í vinnunni, heldur það getur verið líka heima. Og kulnun þýðing á enska orðinu burnout sem sálfræðileg lýsing og svona kannski ekki mjög afmarkað fyrirbæri, vísindalega séð, en þó. En þetta nýja hugtak sem þið hafið kannski ekki séð áður sem þarna, sem sjúkleg streita, sem bara bein, svona, já, hvað þýðinga, nei, það ekki bein þýðing, ef við myndum þýða exhaustive disorder, þá myndi það heita síþreyta á íslensku, sem frátekið fyrir annað. En þetta í raun og veru, þessum börnum sjúkleg streita, það í raun og veru sjúkdómsgreining og fylgir lögmálum ICD-10 sjúkdómsgreiningakerfisins sem þið notið og læknisfræðilega uppbyggt. Og það að það heitir þreytu disorder, exhaustion, það minnir á að það svo sterkt einkenni í sjúklegu streitunni, þreytan. Og þið hafið öll fengið streitu, þið lægist helgina, hvílast vel, þið hafið öll lent í kulnun, þið jafnið ykkur í sumarfríinu, þið náið ykkur, álagið líður hjá, málin eru leyst, þið hafið ekki öll fengið sjúklega streitu. Það kannski bara 1 fyrir 5, 1 fyrir 10, það veit það enginn almennilega. Það sjaldgæfara fyrirbæri. Og þetta eru svona nöfn sem maður getur tekið beint upp úr sjúkdómafræðinni, að það eru fleiri greiningar þarna heldur en þessi exhaustion disorder. Það er þessi áfallastreita og bráðastreitu viðbrögð. Þannig að þið sjáið aðeins að þetta eru í læknisfræðinni greiningar sem hafa alveg jafn mikið gildi eins og greining lungnabólgu eða gláku eða hvaða sjúkdómi við viljum tala um. Og þetta svona orðanotkunin. Ef við tala einkennin, þá þekki ég nú mikið af þessum einkennum. Það mannlegt að lenda í þessu. Það finnur spennu og svefntruflanir og skapbreytingar. Þetta eru fyrstu einkennin. Og skapbreytingarnar eru yfirleitt þannig að það magnast þættir í manni, svona persónuþættir sem maður hefur. Ef ég frekar þögull, þá verð ég meira inn í mig og einangri mig meira undir álaginu. Ef ég svona svolítið ör í mér, þá verð ég óeðlilega ör undir álaginu. Og eins með pirring. Og þegar svefntruflanirnar orðnar víðtækar, þannig að maður sofi illa eða hafi lítil gæði í svefninum, þá byrjar að myndast vítaringur. Þar eru yfirleitt mörkin yfir í það að vera með kulnun, vera með sterkari einkenni. Og þetta í raun og veru einhver svona skali bara sem heldur áfram. Það er stigsmunur heldur en eðlismunur á milli einkenna eftir sem kemur dýpra inn í ástandi. Það er tiltölulega auðvelt að þekkja þessi einkenni en maður einlægur sjálfur. Sem við erum ekki. Við keyrum okkur áfram. Íslendingar gera það. Vitið þið hverju eru í mestra hættu að lenda í sjúklegastreitu? Það eru ekki viðkvæmir einstaklingar sem eru svona, verða fljótt þreyttir eða eru ekki sterkir í sér. Það er fólk sem nákvæmt, vinnur mikið, með sterk markmið, háleit markmið. Nákvæmt sagði fólk sem vinnur í heilbrigðisgeiranum til dæmis. Fólk sem hefur gaman að vinna mikið og telur sig vel varið að segja að það er að gera skemmtilega hluti, sem áhuga. Streituvaldarnir eru ekki alltaf neikvæðir. Og maður keyrir sig áfram, eins og íslenska rollan, maður veður lengra inn í skaflið og horfir ekki á þessi einkenni. Þá koma einbeitingartruflanir, þarna fyrst kannski kvíði og depurð, sem mjög algeng einkenni í kulnunarástandinu. Og kulnunni felur svolítið í sig líka lýsingar þegar maður missi áhugann. Það ekki? Það er svona ekki alveg. Það er bara samskiptaerfiðleikar.
maður fyrir að fá kvíða og depurð, maður versnar í mígríninu, maður fyrir að fá vöðvaverki. Það komið vítahringur þegar maður hvílist ekki. Og eitt orð sem ég vilja munið eftir daginn, þá er það hvíld. Það er næstan oft og ekki. Og síðan þegar maður er komin á alvarlegra stig, þá koma einbeitingartruflanir og minniskerðingar og skert álagsþol. Þetta eru alvarleg einkenni sem er líka tiltölulega auðvelt að greina. En fara samt fram hjá fólki og þreyta, mætti bæta við það. Þannig að sjúklingurinn sem kom á þetta stig, hann er svona kannski 50, hann er búinn að 10 ár í draumastarfinu, konan er mikið erlendis, börnin eru 3, það er ADHD hjá næst elsta syninum og það eru svona einhverjir hlutir og hann kvartar undan því að hann sem einkenni sem að gera, hann óttast að sé að fá Alzheimer. Hann gleymir hlutum, hann man ekki hvað hann lagði bílnum, hann man ekki nöfn á fólki, hann er alltaf kvíðinn, hann voru erfitt með að takast á verkefni sem voru áður auðveld, hann er ekki lengur ánægja á starfinu. Svona er lýsingin, eitthvað í þessari. Og svo getur bæst við alls konar furðuleg líkamleg einkenni sem geta verið mjög sterk og ber ekki að afgreiða sem, hvað er að kalla það, ímyndunarveiki. Heldur þetta ekta sjúkdómseinkenni. Maður upplifir þau, en þau koma ekki frá vefnum, þau koma frá heilanum. Þau eru þannig sér sálræn. Vitið hver er munurinn á kransæðaverk og sálrænum hjörtverk? Nei, í raun og veru ekki. Nema að hann hefur vissa tilhneigingu þessi andlegi verkur að vera sterkari. Hann getur verið mjög sterkur. Og þegar að hrunið kom og Landspítalinn vildi bregðast fljótt við, þá var opnuð sérstök andleg móttaka fyrir fólk sem ætti erfitt. Henni var lokað eftir nokkrar vikur því það voru svo fáir sem komu. En bráðamóttaka fylltist af fólki sem hélt að vera hjartaáfall eða heilablóðfall eða eitthvað slík veiking. Og þessi einkenni geta líka verið þannig að fólk er að leita inn í heilbrigðiskerfið án þess að vera aftur að sjá þetta streitu tengt. Svim er eitt svona einkenni. Þyngsli fyrir brjóstinu sem ekki alveg sama á brjóstverkurinn og öndunarörðuleika, ég næði aldrei alveg andanum, það er ekki djúp andanum sem ég fór. Og svona verkstól, ég valdi þetta orð af kostgefni, þetta er nefnilega einkennalýsing úr Alzheimer, vera með verkstól. Það heitir það á íslensku, það er þegar maður getur ekki gert hluti, getur ekki hneppt skyrtunni, getur ekki framkvæmt hluti. Það er hægt að kalla það ýmsum nöfnum á útlenskunni en að kona í viðtali fyrir mánuði síðan í sjónvarpinu, kannski er eitthvað lengra síðan, þar sem hún lýsti því að hún hefði verið undir miklu álagi í marga mánuði og vaknaði morguninn, hafði hlakkað til helgarinnar því að hún átti frí helgina og hún er vakandi í rúminu, fuglarnir syngja úti, það er sumar, hún komst ekki fram á rúminu. Hún gat ekki hreyft legg með lið. Og bara á næstu dögum kom önnur kona í sjónvarpið og lýsti að hún hefði verið að keyra milli Reykjavíkur og Selfoss held ég. Svo fann hún bara allt í að hún réð ekki við að keyra bílinn í sólskíninu og góði færi. Þannig að hún var að leggja bílinn út í kant og láta sækja sig. Fólk getur ekki framkvæmt hluti og getur eiginlega bara ekki gert og þeim sem þyrmir yfir. Þetta er svona algjört hástig sjúklegustu sem betur fyrir mjög sjálfgeft. En svona til að minna það hvað þetta er í raun og veru mjög líkamleg einkenni. Hvað þetta er eitthvað upplyftandi það fyrstu degi. Og ef maður hugsar þetta svolítið, þá eru sjúkdómseinkennin öll frá heilanum. Heilinn sér athygli og minni. Og hann sér meira, og hann stýrir geðinu þannig séð. Hann stýrir líkamann. Það er komin að í ný fræði núna sem að tengja saman læknisfræði og sálfræði og líffærafræði og heita social brain eða minna á að heilinn sé félagsleg líffæri. Þetta eru mjög heillandi vísindi ef þið hafið áhuga á þessu, sláið upp social brain og sjáið ekki reyna það. Og þessar athuganir eru oft tengdar svona stórum fræðslusetum, sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem menn eru að skoða hamingju. Og þetta, við möttum að heyra meira þetta og heilinn hann alltaf sér að hreyfa hendina og hann sér að reikna og hann sér líðanina og einhverstað situr meðvitundin en heilinn hann gerir svo mjög
miklu meira varðandi samskipti og þeir sem hafa lært mikið heilann þið vitið að þegar maður nálgast einhver þá fer heilinn að spá, hann fer að reikna út. Þegar ég nálgast þig, er þetta ógn eða vinur, alls konar svona stærðir sem verið að meta og það ómeðvitað, það samt áhrif að hvernig mér líður. Þessi vinsla, hún lætur mér líða aðeins betur, þá kemur nær og hún setur einhverja svona ógna tilfinninguna og fyrir fjær. Þetta mjög og þekkir og setur saman minningar og hefur einhvern hittan áður og hvað gerist þá. Þetta búið að vita í svona einhver 20-30 ár. En núna spenda rannsóknir til þess að heilinn gerir meira. Það fer að spá í hvernig á ég að bregðast við. Það er tilbúin áætlanir að fara að hlaupa burt. Það er búið að smíða áætlanir að hvernig vöðvarnir hreyfir sig til að hlaupa undan þér. Það er bara búið að gera svona fullkomna áætlun sem gerir það að flótta verið miklu fljótari og ef það er andstætt við flóttana þá tengjumst við vel. Þetta er það sem að félagslegi heilinn gerir. Og eitt af því sem hann gerir þá er að við þekkjum fólk og svona, við fljótum þekkja andlit, við höfum sérstaka gáfu til að þekkja andlit og hreyfingar. Þannig að þegar ég kem hérna norður og hitti Signý og einhverja skólasystur, hitti nú Signý svo oft, en ég hitti kannski einhverja skólasystur í 40 ár, það tekur mig sekundu brot að þekkja og tengja við hana minning. Af hverju er að tala um þetta? Jú, þetta er náttúrulega heillandi fræði, en þetta er eitthvað sem að streitan kæfur og dempar. Þannig að ég verð ekki eins góður í samskiptum. Ég verð einhvern veginn stirðari, ég missi þessa eiginleika. Og þá nefnilega líka getur orðið þannig að samskiptum verði farið í einhvern rangan farveg. Einhverjum hnökra myndast. Þannig að þetta er alveg makalegt. Hannes veit það til dæmis, ég þekki þetta með sjóntaugina, hún er nú nálægt eyranu hann. Þegar sjóntaugi kemur inn í augnbotninn, þá er það bara eins og leiðsla, það getur ekki verið eina ljós, nærmar frumur þar. Þannig að það er blindur blettur, hann er vel þekktur. Og í svona þessari fjarlægri augunum þá er hann svona svipar stærð og lógin. Þannig að við erum með blindan blett í sjónsviðinu frá fæðingu. Við sjáum hann aldrei, tökum aldrei eftir hann. Þannig að heilinn hann smíðar mynd inn í hann. Heilinn býr til myndu. Annars myndi þetta trufla okkur. Safnar upplýsingum frá sjónskinnunni sem er í kring og svo er hreyfing á auganu og við tökum aldrei eftir. Sem dæmi hvernig heilinn vinnur. Social brain, hann er alltaf að skoða umhverfið og þess vegna er það þegar ég er niður í Hafnarstræti á ljósunum og þá lít ég við, það er einhver að horfa á mig. En gæinn í næsta bíl hann er fyrir aftan, ég sé hann ekki. En einhver staðar í sjónsviðinu er eitthvað. Þið lendið þessu. Þannig að þetta er mjög áhugavert út frá streitunum vegna þess að streitan og álagið kemur svo mikið af samskiptum. Þetta var orðin sem við notum og heitin og svona einhvers konar inngangur. Nú ætla ég að tala um forvarnirnar. Þetta er mynd frá Gautaborg, frá Streitustofnuninni þar. Þeir eru að gera mjög merkilega rannsóknir á streitunni. Og þetta eru álagsþættirnir sem að valda sjúklegri streitu. Þetta er hópfólk sem fær greininguna sjúkleg streitu. Og þá sjáum við að þessi þættir hérna eru hérna vinnutengdir og þessi hérna eru eitthvað sem er heima. Áhyggjur af fjárhag, einhver sem er veikur eða vél, 26 ára gamall sonur sem ekki fyrir á heimilinu. Svona hlutir. Skiljið þið. Þess vegna er betra að segja ekki kunnun í starfi, heldur segja kunnun. Og það er líka mikilvægt að hugsa um þetta þegar maður er að hugsa um forvörnina. Því að einn af dýrmætustu þáttunum í forvörninni er að greina streituvaldann. Að muna að þeir eru víða. Og þeir eru ekki alltaf neikvæðir eins og ég segi. Og það er ekki alltaf að maður merkir álagsþættina sem álagsþættir. Það segir ekki að það sem streituvaldur og strákurinn fer ekki heima. Og ég get verið í samskiptaerfiðleikum með tengdamóður mína sem ég flokka ekki undir streituvalda, en það er samt einhver núningur. Og ég get verið í samskiptavanda með einhverjum á vinnustæðnum sem er í rauninni ekki samskiptavandi, heldur bara einhver átökum áhrif. Eða ástarsambandi uppsiglingu. Þannig að svona eru streituvaldarnir. Það eru ekki alltaf og næstum aldrei bara skipulagsbreytingin á del 7 eða 9 maðurinn á del 15.
Þannig þarf að hugsa aðeins víðar. Önnur ástæða fyrir því að forvörnin er mikilvæg þessi leið í sjúkdómsferlinu. Maður líður betur, maður líður vel, maður er þreyttur á streitunni, maður að svona þrýsta sér áfram í skaflinum og það getur verið viku, það getur verið mánuð, það getur verið ár. Það er alveg og á einhverju stigi, mann kannski að fara að líða illa hérna, maður finnur að það er ekki allt í lagi, á einhverju stigi kemur dropinn sem fyllir mælið. Hann er oft ekki stór, það er dropinn sem fyllir mælið. En það sem er svo mikilvægt út frá forvarnar hugsuninni, að þegar maður fer yfir þennan, þröskuld hérna, og skreipist þetta hérna niður. Þetta er hægt stoppað við hérna, þetta er bara ekki hægt stoppað. Man komið niður í mælið. Þannig að hérna er kannski vikur og mánuður og hægt stoppað við hérna, þannig að það vilja 1-6 ár, maður ekki á nást. Þess vegna er svo mikilvægt að vera með forvörnina á réttu stigi. Og það er þetta. Þú það eitthvað? Nei. Og hérna, streitan sem slík, hún hefur mjög mikla, eða getur haft mjög mikla áhrif á geðheilsuna. Og þá er það yfirleitt sem einhver kvíða eða þunglyndiseinkenni. Flestir sem eru komnir með djúpstæð einkenni sjúklega streitu eða slæmakulnun, þeir eru með kvíða og þunglyndiseinkenni líka. Og stundum geta þau veikindi líka ýtt undir gamlan kvíðan sem við segjum, einhver sem hefur verið með kvíða á og til gegnum ævina, hann er allt í náttúrulega miklu verri. Og jafnvel sett í gang svona alvarlega sjúkdóma eins og geðhvörf og geðklofa, og það sé miklu sjaldgæfari sjúkdómar. Það orsakar þá ekki, en það getur ýtt með stað aftur. Og það talsvert miklar upplýsingar áhrif streitu á líkamsheilsu. Til dæmis getur maður fengið kransæðasjúkdóm. Það eru enga aðra álagsþætti en streituna. Þá er talið að það sé kortisóli sem er hástyrkt, streituhormónið í blóðinu sem skemmir þessar viðkvæmu æðar sem að kransæðarnar eru og komin. Og það er algengt að það séu starfsemistruflanir í meltingafærum, það er bakflæði og það eru kolonirritabíli og svona sjúkdómar, langvinni verkir, vöðvaverkir, bakverkir, mígreni og svefntruflanir sem verða djúpstæðar og svona langvinni sjúkdómar versni, sjúkdómar eins og sykursýki eða lungnasjúkdómar eða gigtasjúkdómar. Þannig að streitan getur haft mjög slæm áhrif á þá. Og síðan tölum við oft félagsheilsu sem er þessi samskipti geta, sem var þessi truflun sem ég lýsti á. Sem kannski er ágætt að taka fram svona, þá fær maður svona einkenni, þið þekkið þetta, það er öll eftir þessu. Það er pirringur og samskiptaerfiðleikar, áhugaleysi og alhæfing. Man heyrir mikið þegar fólk eru stressað. Alltaf er þetta ómögulegt á þessari deild. Og svona einangrunar tilhneiging og stundum einhvers konar hálfgerð manía. Það er sérstaklega kallandi sem keyra sig, bara fara í ræktina á hverju morgni klukkan 6, drekka meira á kvöldin, vinna meira og einhvern veginn bregðast við þreytunni og vanlíðaninni með því að keyra sig enn meira upp. Þá er bara fallið enn hærra ef við líður illa. Og svo kannski aukin áfengisnotkun. Og það sem áfengi gerir auðvitað er að það gefur slökun. Og það hjálpar fólki að sofna, þannig nota margir áfengi. En ef maður notar það að staðaldri, þá ýtir það undir svefntruflanir og ruglað svefnmynstur og jafnvel depurð. Þannig að það er svona aðeins að hafa í huga hvernig maður ætlar að nota það. Og síðan er það þannig að maður er í álagstímabili og er með kulnunareinkenni eða sjúklega streitu, að þá er maður yfirleitt í einhverjum vandræðum þar sem maður þarf á öllu sínu að halda til þess að finna lausnir. Þá var gott að vera ekki að nota efni sem að skemma dómgreindina eins og áfengi getur gert. Og þá er ekki endilega mikið magn. Þannig að það er gott að vera varkár með áfengi þegar streitan er að ná til þess. Og svo er hægt að tala þetta eru forvarnirnar sem ég er svona að reyna að fá ykkur til að hugsa. Það er líka hægt að tala skipulagðar forvarnir, eins og kannski við getum kallað svona fræðsluerindi, eða eins og vinnustaða skipulag sem er þá
til dæmis samkvæmt vinnuverndarlögum, ég ætla aðeins að segja meira frá því. Hérna er dæmi hérna ráðleggingar fyrir hjúkrunarfræðinga á vakt, sem vinna vaktavinnu, að þá eru þær með svona sérstök heilsutékk, þar sem að gera mælingar reglulega, einu sinni ári að minnsta kosti, og gefin ákveðin fræðsla, bæði í hópum og einstaklingsbundi, og þá er fólk bara kallað í þessa úrvinnslu. Maður þarf ekkert að kvarta undan því að það sé eitthvað álag, heldur þetta hrein forvarnaraðgerð. Og á bak við þetta er að það að vera í álagstarfi eins og hjúkrun er, og það að vera á vakt, nætuvakt, sem er líka sérstakt álag, bæði fyrir líkama og sál, er í raun og veru það miklar álagsaðstæður og það ætti að skoða það sérstaklega. Það er til rannsóknir á hjúkrunarfræðingum á nætuvöktum, og það er með aðeins hærri krabbameinstíðni í brjóstakrabba. Það eru nokkrar rannsóknir. Þannig að það grunur það að langvinnstreita nætuvaktir geti ýtt aðeins undir brjóstakrabbatíðnina. Svolítið umdeilt ennþá. Svona hugsar vísindaheimurinn. Allavega hópur sem ætti kannski að fá sérstaka athugun. Ekki síður en flugmenn. Og í vinnuverndar hugsuninni eru 5 þættir vinnuverndar. Það eru þessir þættir. Það eru hættuefni og það eru umhverfið, það er hreyfing, lýsing, stellingar, geislar, svona hlutir, vélar og tæki. Og þetta hefur vinnuleg eftirlit með. En það er einn þáttur sem heitir félagslegir og andlegir vinnuverndar-þættir. Það er það sem við köllum sálfélagsleg vinnuvernd. Og sem að hefur alveg stöðu á við hina þættina. Og þetta eru þessi lög. Og þau eru að mínu viti bara nokkuð vel gerð varðandi þennan andlega þátt. Og ef þið hafið áhuga á þessu, þá eru mjög góðar upplýsingar inn á heimasíðu Vinnueftirlitsins. Og í sænsku vinnuverndarlögunum, sem voru 2015, þá voru það endurskoðun, og þau eru svona nákvæmari, og þar var markmiðið að taka inn í löggjafann alla nýjustu svona vísindalegu þekkingu á þessu sviði. Og það sem er kannski breytt í þessari vinnuverndarlöggjöf, það er sterkari ábyrgð á stjórnendur að gera það sem stjórnendur að gera núna, að þið fáið fræðslu og upplýsingar þessi það er aðferðin til forvarna, fræðsla til forvarna. Hvað getur þið gert fyrir að draga kunnum? Er þið með streituráð? Ég stundum að safna streituráð sem það er svolítið gaman að heyra. Sem þetta verður eitthvað skrítið og skemmtilegt. Skal segja frá einu? Já. Ég kalla það lyftuhugleiðsluna. Lyftuhugleiðsla? Já. Ég er mannusráðgjafi í starfsmannaheilsu og þá svo ég hveti fólk til stiga að þá getur líka verið gott að fara lyftuna því það er eini staðurinn þar sem það gerir ekki neitt. Þetta er kannski 10 sekúndur. En það getur svona metið hvernig þið líður, bara hvernig er púlsinn, hvernig er öndunin og allt þetta og við getum haft áhrif á með því að svona jarðtengja okkur. En þetta finnst mjög dásamlegt ráð vegna þess að þú getur notað það daglega, nánast hvenær sem er. Það er svo óþægilegt ef að þú fengir þá tilfinningu og getur unnum svona málum að hringja Ólafur eða svo, nánast komin á vitlausifræðis. Eitthvað sem ég getur notað daglega, eitthvað sem ég finnur sjálfur er kannski hægt að gera pínulítið grín á sjálfur sér. Það er ekki drama í því, þetta er frábært ráð. Og við vinnum dálítið mikið með fluffreyjunum, þær eru inn í rörinu í 7 tíma, þær þurfa að geta slakað á. Ef það setjast við básana sína, þá kemur alltaf fólk og fyrir að spjalla við þær. Þannig að þær nota streituráðið PIP. Vantar PIP? Já, það vantar PIP. Og lappa á þetta allir vinnunni, svarar engum björnum, andar svo. Til sér, alveg henni, og svo hverjum á baka, alltaf sjálfmínúti líka, 5 klukkutíma. Og maður tekur ekki þetta með mig, þetta truflar ekki neitt, það er slaka á. Svo gleymur hún að koma með pippið, það stemmir það. Svona einfaldir hlutir. Og ég gerir svipað þú, ég fer í stigann, ég á 4. hæð, 6. hæð byggingu, lappa bara upp á þessu stig.
þykist vera að sækja eitthvað. Finnst það fínt. Þá fæ ég smá hreyfingu. Það kemur fyrir ef ég er mjög erfið við það. Og kannski liður á daginn og ég er svolítið þreyttur og ég er ekki alveg eins fókuseraður og ég vil vera. Það tekur upp símann og segir, nú, það er verið að hringja frá spítalanum, afsakaðu. Fer bara út úr viðtalinu. Og svo fer ég upp og niður eina ferð. Kem inn aftur svolítið ferskur og þá segir konan, það er ekki allt í lagi. Nei, engin sem dósaði, þetta er allt í góðu lagi. Það truflar ekki neitt. En ég kom inn í gírinn aftur. Þetta er svona lyftu hugleiðslan en að bara trefna. Svo er að gera þetta flóknara og fara í ræktina í þessum fötum í stíl við brúsan og á ákveðnum tímum. Það er svolítið meðmál. En það, ég er ekki að tala eitthvað illa um það er líka gott. Og eina konu hitti ég sem að sagði, ertu geðlæknir þá? Já, sagði, ég keypti mér þvottavél hjá Hernum þegar þeir voru að selja. Hún er svona hálfsjálfvirk og opin að ofan. Svo er mér svona þykkt prik sem ég nota til að djöflast í þvottavél. Og það myndi vinna og skrifa til mamma, hann er í suðurtóttir hann í gamla dag. Finnst þetta ekki geðbyrðin þá? Slakar á, sagði ég. Já, ég gleymi mér svo. Betra en gólfið. Það er svona líka með hreyfing. Veistu hvað? Þegar það er mjög erfitt hjá mér og ég er búinn með allan þvottinn. Þá hringi ég börnin mín og segi, eru þið nokkuð með þvottinn? Og það finnst þeim gott. Og þá koma þeim með þvottinn, þá er stuðningskerfið að koma til þeim. Þannig að mér fannst þetta sniðugt að koma. En sögurnar eru þetta að hafa einföld streitur á þessi vinni heilbrigðiskerfinu eru prógrammeraðir að vera alltaf að vinna og alltaf að hjálpa og gleyma sjálfum sér. Þeir eru alla vaktina með axlirnar á einunum, þeir slaka ekki á alla vaktina. Þeir gleyma að pissa og borða. Þeir eru búnir þegar þeir snifla sig. Ég er ekkert að ýkja mikið nú, svona eru þið. Nei, þið verðið að fara í lyftuna, þið verðið að fara í tröðuna, þið verðið að fara í þvottapottinu. Svo hringdi hún inn mig og sagði, sástu fréttirnar í gær? Það var eitthvað menningarvöku, happiring eftir skólaverðstíknum. Það var eitthvað listakona sem stillt út 10 þvottavélum með vatni og rafmagn. Það lag niður skólaverðstíknum. Og hún hringdi með þessi vinkona mín, sástu þetta? 10 þvottavélum! Gamla daga, við sem að vinna á skurðunni gamla daga, þá var þetta farið snú. Já. Hvað heitir þú? Ég vissi þessu. Ég var bara að það var eitthvað móment sem að fólk útlæsi. Það var líka svona einhvern svona hýrstastöfti. Ég var að sneiða hjá því að mæla náttúrulega, hvort ég kom. En það er náttúrulega þetta, maður getur næst með reiknsmokkum að því hann var fyrst að slaka og kjæmpa. Eða eins og óformleg heimsókn á kaffistofuna er. Og ég er í fyrirtækjum í Reykjavík sem að vilja ekki hafa óformlegar umræður á ganginum, vilja að starfsfólki sé alltaf í tölvuna og finnst það að vera að stugsa eða að spjalla. Reykborsurnar er náttúrulega horfnar og það er alveg vitlaust að reyna að þrýsta þessu burt. Þetta er í mannlega eðlilega að þurfa að gera. Þannig ég mæli með rauðvinn og reykborsunni. Sonur minn er 29 ára gamall, hann er kominn frá 2 ára vinnu í stórum banka í Danmörku og hann spyr mér stundum hvað ég er að gera og ég spyr hann og ég hafði svona einhverja hugmyndir að hann hefði kynnst að vinnustöða menningu og þá er það þannig að þeir eru með hugleiðsluherbergi. Þá fer fólk þangað. Þá getur hann sagði, ég stendur upp á fundi, en það er ekki að gera. Og ég ætla að fara eins í hugleiðsluherbergi. Og það er alveg viðurkennt. Hún fer að þangað og situr þar stundum einn og stundum með fleirum. Það er einhver hvíld og slökkun og einhvers konar reykpása. Þetta er að koma. Já, ég kannski sjá því að erum að annað nýtt ábúrleik hérna á Húsaböðunum. Já. Í samtalið í daginn. Já. Og þeir finnst alveg að sleppa þessu kvæðum. Ekki eitt, heldur 2. Já. Þeir start til þess að fara inn í áttum öllum. Þannig að það verður Geti mig koma það. Ég sá þetta finnska skrifstofu, það var hengirúm, þess að þessi skýrslu fyrirtæki. Það var ekki færi. Hengirúm í skrifstofu. Það er svona hengiróla. Það er svona þessi fundir. En ég ætla að gera svolítið út núna þegar mér finnst þetta svolítið mikilvægt og þið fyrirgefur mér að þegar kemur kannski að þú læra á eftir að ég fari streitur á þeim svona sterkar að við höfum verið að þó að nota orðið daghvíld
það gæti verið þýðing á spænska orðinu siesta, það gæti verið þýðing á páina, sem heitir á íslensku kraftakría. Dagkvíld, það nefnilega þannig, ég get sagt við ykkur hvílið ykkur vel í kvöld, hvílið ykkur vel helgina. Ef við fyrir að segja hvílið ykkur á vinnutímanum, þá hljómar það ekki vel í Íslendingasins. Þetta svolítið spennandi með þessi hvíldarherbyggi og hengikojur og hvað það Ég var að vinna á þessi breytustofnun sem ég nefndi, það var búið að vinna en 1,5 ár sem yfirlæknir og ég fór út og þið vitum svona oft með hvernig mitt umhverfi hérna heima, það eins og ykkur. Ég byrjaði klukkan 8, var hálftíma kaffi 9:30 til 10. Það var annar hálftíma kaffitími eftir hádegi. Ég var sóttur ef ég mætti. Og stundum klukkan 15 ef ég var minna en 40 mínútur í mætti hádegi. Ég fannst þetta mjög óþægilegt. Ég náttúrulega alltaf að stela tíma hérna eins og þið. En svo vandist það þá. Þetta í raun og veru miklu betra. Þannig að nái hvíld og slökun yfir daginn. Þannig að dagkvíldin kannski ekki eins löng og siestan. Páinamp kannski þetta, maður kannski nærlega að sofna á einu stað, en maður getur stólið á stundum, 8 stundum, einhverjum smá hvíldapásu. Það getur gert það meira eða lyftum. En þú tróst vera að horfa í sjónvarpsskjánum og slaka aðeins á andardjúpt. Þeir sem hafa lært jóga, þeir eru eiginlega mjög auðvitað að gera svona þegar þeir hafa stundum tíma. Það kann á sig niður. Þannig að ég held að við ættum að gera meira yfir daginn, að taka svona einhverja örstutta pásur og slaka á. Það þarf ekki betur í það hvað ég geti gert og ég setti það upp svona í 4 þætti. Það er svona almenn ráð og forvarnirnar og svo eitthvað sem kallar aðgerð eða íhlutun eða inngrip þegar maður þarf að gera eitthvað. Og svo heilaþvottur, hann er mjög mikilvægur. Þið haldið búist nú við að fara að selja þvottaefni hérna bróðum hérna. Það var einhver karl í sjónvarpinu daginn sem var að vísa eitthvað snakað á því að spila skildinu sinni. Já, ég ætlaði að segja líka með hvíldina. Íslenski bóndinn tók sér hvíld og hlustaði á útvarpið meðandaginn. Almenn ráðin eru gætið heilsunni, mjög almenn ráð. Þetta sem að hlut sem þið vitið, kostar ykkur ekkert að hlusta á það, bara en að hamra þetta inn. Ef þið viljið glæruna þá fáið þið þær. Þú kannski hjálpa mér að dreifa þeim eitthvað vel. Eða þið. Vandi samskiptin. Það er svona fáið dagar á árinu sem hjálpa mér að undirstrika það að vanda samskiptin eins og eftir daginn í gær. Þvílíkar hörmungar. Og þið fáið að heyra, vandið ykkur í ræktinni, vandið ykkur í námskeiðinu, vandið ykkur í barnauppbyggið. Akkur eigum við ekki að geta að vanda okkur í samskiptum? Við eigum að gera það, að vanda samskiptum. Við höfumst öll á. Og við viljum blómstra í starfi. Allir vilja blómstra í starfi. Þetta er svona einfaldir hluti, en hvernig á að gera þetta? Og eitt er forvarnirnar, ef við haldið, já, ekki ef við haldið, þessi að skoða hvað veldur ykkur álægum. Og ekki segja bara, við hittumst og ég segi, er mikið að gera hjá þér? Brjálæði að gera, það er svolítið fínt. Og maður segir þetta á sjálfan sig, það er mikið að gera. Það er einhvers konar vörn, það er svona meðvirknisleg vörn. Ég geti frekar sagt við hvaða vandamál eru hjá þér í dag eða hvaða álagsþættir eru hjá þér í dag. Við gerum það nú ekki í spjalli, ekki einu sinni í reykbósni, en við getum hugsað hvaða álagsþættir eru í dag. Og svo strax næsta spurning, hvernig er ég að bregðast til svona á einhvers konar autopilot? Og svo get ég spurt enn dýpra, hvernig get ég unnið í því? Og ég ætla að taka það. Það getur verið eitthvað að stressa mig sem ég get ekki haft neinn áhrif á. Þessi vinni í heilbrigðiskerfinu eru með ofur stóra ábyrgðarkennd, útbólgna ábyrgðarkennd. Það finnst þið bara ábyrgð á öllu. Stundum verður maður að segja við sjálfan sig, ég get ekki haft áhrif á þetta. Ég verður bara að ýta þið frá mig. Svo getur maður verið með mál sem að er erfið að leysa og maður brynjar sig með meðvirkni. Og konan drekkur of mikið, þetta fer að trufla. Og segir við sjálfan mig, það er svo mikið að gera hjá mér, ég get ekki að stúrsast í þessu. Og svo spyrja vinirnir hvernig gengur. Þetta er betra. Hún drekkur ekkert á miðvikudag. Og þetta er meðvirknin og það er talað illa um hana. En hún er vörn, nauðsynleg vörn,
góð vörn þegar maður hefur engin ráð. En ég gæti sagt við mig, þetta vandamál, ég verð að horfast í augun. Ég ætti kannski að tala við Jón og Gunnar sem eru í AA og heyra hvað þeir leggja til. Ég ætti þáttu kannski að þrýsta meira á hann að fara inn eftir. Allt þetta frekar en að segja það sem ekki að gera á mér. Hann Jonni, hann getur ekki lært að lesa. Ég skil þetta ekki, hann á eftir krökkunum. Hann meira að segja á eftir yngri systur sín. Já, ég hef svo mikið að gera. Í staðinn sem segja, ég verði eitthvað að gera þessu, ég er bara að fá að tala við sálfræðinginn í skólanum. Ég vil bara fá greiningu hvort hann er með einhverja athyglisstjórn. Nei, það er svo mikið. Þið skiljið, við förum í hennar gír. Og stundum getur það verið verra einhvern veginn að maður fari í einhver pirring og það gerist ekkert gott. Þannig að maður þarf að greina álagsþættina, reyna að bregðast við þeim svolítið meira markvisst en maður hefur gert. Til dæmis með þess að segja, kemur ekki við, get ekki unnið þessu, bara þrisvar með, það eru liðspenna. Eða að segja, þess að sækja mér á, ekki detta í þennan gír meðvirkninar ómikið, ekki detta í þennan gír frestunar ávartunar ómikið, gerum þetta næsta árið. Það hjálpar ekki mikið og maður er ekki gott hjá okkur. En það er betra að fresta umræðuna og við getum bara gert eitthvað skemmtilegt. En álagsþátturinn er það. Svona virka mannskapnum. Ég neyði sér svolítið meiri að skoða álagsþátturinn og bregðast við. Mun eftir hvíld og hreyfingu. Þegar hvíldin er streitur ráðið. Af hverju? Nú, vegna þess að talið er endurnæring heilans. Og það er talið, það vantar í fræðinum streituhormónin sem að maður skilur ekki, það er svona misvísandi upplýsingar. Þetta sé kannski ekki bara vegna þess að streituhormónin getur skemmt heilan og drifið líffærin og mikið áfram, heldur sé það þannig að það skorti á hvíldina. Þar eru hormón sem maður mætti kalla hvíldarhormón sem að komast ekki almennilega virkni nema við sofum eða hvílum. Og þau virkjast aðeins í dag hvíldinni líka. Bakveit á með hvíldina er orðin mikil þekking. Og sum af þessum hormónum sem að fara í gang við hvíld, alveg svo undir álæðinni, þá er kortisol í gang, í hvíldin það virkjast hormón sem eru svolítið tengt við öldrun, yngingameðal og hafstundur notuð sem slíka er eitthvað náttúrulega. Þau eru uppbyggileg fyrir líkamann. Hreyfingin er mjög mikilvæg. Það er miklar rannsóknir á hreyfingi þegar hreyfingi styrkir heim. Þéttir tengsl taugarsumnanna, þéttir bólsunarefnið og styrkir heim. Fyrstu rannsóknir það voru myndatökur af höfði leigubílstjóra í London sem að þurfa að læra að rata áður en fá leyfið og verða mjög góðir í því. Þeir voru bornir saman við slökkviliðsmenn minni sem að þurfa að reynda líka að rata. Og það var smá svæði djúpt í heilanum sem hefði með rötun að gera og ratvísi. Það var aðeins stærra í leigubílstjórum. Þannig að maður notar og stekkar það á siglistum. Hreyfingi gera það líka. Og það er ekki svona mikla hreyfingu. Sumir gera þau mistök þegar þeir eru undir álægi að fara að hreyfa sig ofmikið. Hálftíma á dag, 3 á dag, út að ganga, það nægir. Það þarf ekki 1,5 tíma í ræktinni, klukkan 6 á morgnana, alla daga. Það er ofmikið. Þannig er maður ekki hvíld. Og að þarf að grípa inn í, stundum þarf maður að gera það, stundum þarf maður að hvílast meira, stundum þarf maður að sækja stuðning, stundum þarf maður að endurskipuleggja sig. Breyta, ganga inn í, stíga inn í og breyta. Ef ég svona eftir ykkur trúnað, að eins svona sætur og rólegur ég verka núna, að undir álægi, þá verð ég pirraður. Þá gerist þetta veldursporðið að konan segir, er mikið að gera hjá það núna? Nei, ákveð spyrja því, segir hún. Það er svolítið pirraður, segir hún. Mér finnst það mjög pirrandi þegar hún bendir á það. Og hún sér það á undan mér. Og henni gamla daga það held ég að það nú oft ítt undir einhver spennu. Ég er löngu búin að fatta þetta. Ef hún segir þetta, þá hún segir það bara eins og. Og skoða ég skipulagði á móttökunni minni vikuna eftir. Og það þekkja mig móttökustúlkunar. Ég tek bara burt hálfan dag. 2 í vikunni. Það er mjög mikið mál að færa fólk sem er að koma í svona meðferðir eins og ég er. Það er mikil vinna fyrir móttökunum. Ef ég geri þetta. Ef ég geri það ekki, þá er ég verður eftir viku. Margir eru ekki aðstæður til að ráða svona mikið yfir sínu vinnutíma. Og í mjög mörgum rannsóknum í 45-50 ár kemur einn þáttur fram stöðugt. Þeim er meira sem að ræður starfsumhverfi sitt
þeim betur. Skapa streitum. Þannig ef maður alveg klemdur og getur ekki breytt neinu, þá maður í meiri hættu. Maður á að geta breytt aðeins. En þetta ég segi þetta að sé ekki lúxus fyrir mig, þess að þetta mikil fyrirhöfn að breyta móttökunum og ég ekki að gera þetta í hverju mánuði. Sagan fjallar það stundum þarf maður að hætta bara við ferðandi spánar. Eða að gera einhverja stærri breytingar í lífi sem verja sig. En við gerum það ekki, við öðum inn í skaflið. Þeir fundu 2 rollur í Bárðardalnum hann að hitti fyrir þegar snjórinn kom. Þær voru búin að standa inn í skaflinum í 7 vikur. Það hefur ekkert að borða. En þær eru prógramaðir eins og við. Inn, lengra, dýpra. Eftir að skrifa þetta hefur hann þess. Og þetta sækja stuðning, það ekki bara að fá einhver flókið ráð, þetta bara þetta að vera innan fólk, vera innan gott fólk og fá skilning og stuðning, það skiptir mjög miklu máli. Heilaþvotturinn, streituvaldarnir eru heima, hann með ADHD og hún drekkur, það eru streituvaldar í vinnunni, það eru breytingar og niðurskurður, en stærsta vandamáli inni í höfðinu og ykkur. Heitir samviskusemi, fullkomnunar árátta og maður verður að horfast í augu við það að það bara að gera eitt í einu. Það tekur meiri orku að multitaska heldur en að gera eitt í einu. Þannig að ef maður er ofstressaður þá maður að gera eitt í einu. Það þarf að horfast í augu við að það ekki allt þannig að það þurfa að vera 120%. Stundum má það bara vera 80%. Þetta eru rosalega erfiðir hlutir. Það dugir ekkert minna en heilaþvottur. Þess að breyta sér. Og hvað gerir að maður heila, svakalega að tala mikið þvott. Hvað gerir að maður fer í heilaþvottinn? Til dæmis að maður fær illa út úr álaginu. Maður fyrir að skoða hlutinu upp á nýtt. Til dæmis maður þekki einhvern sem fær illa út úr álaginu. Maður fyrir að skoða hlutinu upp á nýtt. Til dæmis maður veikist alvarlega. Það breytir mörgum. Þannig að það er svolítið seint í rassinn gripið þegar hann kemur inn 48 ára með hjartaáfall, altså kransæðarsjúkdóm og 80% þrengingar í 2-3 æðum. Hann reykir ekki, hann er ekki með hækkaða blóðfitu og ekki neins svona hjartasvægi í ættinni, en hann er í álagsstarfi. Og þá fer maður að hugsa að ég þarf að breyta í vinnunni. Það er svolítið seint. Það þarf að gera það á undan. Þess vegna er ég svona pínlítið að reyna að tala þetta endurskipuleggja og jafnvel stundum á drastískan hátt. Þetta er hægara sagt en gert. En maður sér stundum að fólki tekst að gera breytingar sem eru áhrifamiklar, en heilaþvotturinn er svo mikilvægur eins að það hefur með hugarfarið að gera. Það snýst ekki alltaf að skipta vinnu eða skipta konu eða hvað þeir vilja. Hvernig við hugsum og nálgumst hlutina. Við sem erum í heilbrigðiskerfinu, við ætlum að bjarga heiminum, öllum. Og ekki einu sinni í bútum, heldur bara í einu lagi. Ef ég aðeins kemur svona svipur á til stjórnandana, að þeir gæta heilsustarfsmanna líka, þess að sumir starfsmenn gæta bara ekki nægilega vel heilsunni sinni. Þeir eru í þessum gír sem ég er að lýsa. Það þarf að benda fólki á. Oft ekki verið að vinna þennan kauplus allar helgar. Verður að hvíla þig, það þarf að stýra svona hlut. Og sumir yfirmenn, nú fáið þér hrós, þegar ég er að halda svona námskeið, þá vantar átt yfirmenn. Gott að fá svona námskeið fyrir starfsmennina. Og svo eru þeir einhvers annars staðar eftir. Þið megið ekki gleyma ykkur sjálfum. Þið getið stuðlað af vönduðum samskiptum. Og sjá til að allir blómstri í starfinu eins og hægt er. Líka til sjálf. Þetta er fræg rannsókn frá Stockholm, það eru 3100 karlmenn, það fylgst með þeim í mjög langan tíma. Þeim mun meira sem er trúð á yfirmannin, þeim mun minni líkur voru á því að þeir fengju hjartaáfall. En var það bara hluta að dreifa ábyrgðinni eða? Bara tiltrú. Já. Sjálfsagt hefur það verið eitt þáttur í því líka, að dreifa ábyrgðinni. Stemmingin á vinnustanum. Í forvörninni, það er það sem kom fram í vinnuhundalögum, að leiða á þekkingu á einkennum styrkjum, ekki vera með træðst og áróður, og viðhalda þekkingunni. Þið kannski verið alveg sáttu þennan fyrirlestur þegar þið farið heim í dag,
En ég veit að þetta er góða rannsóknar af því að í næstu viku þá munið þið ekkert mjög mikið af því sem ég sagði. Ég hef svona einhverja tilfinningu fyrir, ég ætla að finna á honum, þið munið kannski bara eitt atriði, mesta lagi 2. Eftir 10 daga munið þið ekki neitt. Því miður. Þess vegna er svo mikilvægt að viðhalda umræðunni, þekkingunni. Umræðin er kannski mikilvæg, svona svipað eins og það þarf að sjá til þess að það sé viðhald á byggingunum. Og það er líka hugsun hvernig er þetta eiginlega með forvarna hugsunar, þegar það er svo mikið hugsunarfræðsla. Og greina álagsþætti og líðan, það er hægt að gera það með ýmsum hætti. Þeir sem eru stjórnendur og eru í mannusmála, þeir vita nú í grófum dráttum álagsþættina og líðanina. Það er hægt að gera svo kallar sjálffélagslegt áhættumat sem fyrirtækin gera sjálf með svona spurningalistum og könnunum. Við höfum verið að gera svona kannanir nafnlaust í tölvu og eftir erlendum módelum og verið svona að þróa þetta svolítið sjálf. Og þá fær maður svolítið öðruvísi svör ef það er alveg nafnlaust. Til dæmis eins og það er nokkuð viðkvæmni ennþá gagnvart að viðurkenna álagið. Og svo svona hlutir eins og einelti og annað kemur ekki fram nema þessi nafnlaust. Það er samt hægt að vinna með það þó að birtist fyrst nafnlaust. Við erum nýbúin að greina líðan hjá öllum íslenskum læknum. Það er í vinnslu núna. Það er mjög fróðlegt. Gerir þeim samhverð á sérhæfingu eða þetta er í heilsugæslum eða? Ekki á sérhæfingunni. Við lögðum ekki í það því að það eru sumar sérhæfingar svo litlar. Okkur langaði til þess. En við gerum athugun á því hvernig er að starfa á spítala eða á stofu eða í heilsugæslu. Og þannig að það verður kynnt á læknadögum núna 3. vikunni í janúar. Og kemur sennilega í læknablaðinu svo saman. Það sem kemur út úr svona mati er oft einhvers konar munstur. Það segja stjórnendur við okkur. Þeir finna einhvern veginn munstur. Þetta snýst ekki einstaklingin. Það er meira álag í þessari deild. Já, það er eitthvað svona þarna. Það er svona einhvern munstur frekar af því að þetta er náttúrulega ekki nafngreinanlegt. Svo er þetta að gera forvarnaráætlanir sem er samkvæmt vinnuverndarlöggjöfinni sem að skilgreini hvernig á að bregðast við. Og þetta hafa mörg fyrirtæki og stundum er þessar forvarnaráætlanir mjög einfaldar og það er eiginlega kostur. Það þurfa ekki að vera flóknar. Og þá virkar það þannig ef ég tel mig verða fyrir einelti, þá get ég viðtalið fyrir hann hvað ég á að gera. Nákvæmlega við hvernig ég á að tala og hvernig ferli verður. Það auðveldar leiðina inn. Það sem við höfum gert svolítið af, sem er líka eftir erlendi fyrirmynd, það er að við höfum búið til eitthvað stig á undan eineltinu, sem er líka á undan ofbeldinu, hvort sem það er kynbundið ekki. Og það heitir óviðeigandi hegðun. Að okkur finnst að það er að tilkynna samkvæmt forvarnaáætlun inn í fyrirtækin ef einhver verður fyrir óviðeigandi hegðun. En svo þegar það er orðið einelti eða kynbundna áreiti, einhver slíku, þá er málið komið svo langt að það er svo erfitt að vinna með forvörnum. Þá verður það bara einhvers konar neyðarúrlaus. Þannig að við kallum það óviðeigandi hegðun. Sem er notað svolítið í Hollandi og Svíþjóð sem er heldur alltaf gott og það er til dæmis þá í svona áætlun ef eitthvað slíkt kemur upp þá er það okkar reynsla að ef þú hefur sýnt óviðeigandi hegðun og færið upplýsingar það og einhver telur sig hafa orðið fyrir slæmu samskiptum, það er mjög sjaldgæft að fólk vilja ekki taka þátt í úrvinnslunni, gera það. Það vill enginn vera þar, þannig að það verður oft mjög góð úrvinnslu úr því. En ef ásökunin er mjög sterk að þú hefur beitt með kynbundnu áreiti, þá þú komin meira upp að veggnum og úrvinnsla verður bara mjög mikið erfiðari. Þannig að þetta er mikilvægt hugtak, óviðeigandi hegðun. Sem er kannski ekkert skilgreint, vegna þá er það í raun bara það sem ég upplifi. Það sem er óviðeigandi fyrir mig er það kannski ekki fyrir þig. Þannig að besta þjálfunin til þess að þjálfa heilan, mér svo gaman að gera svona útúrdúra svo þið sofni ekki. Það er að gera svo Guðrún gerir að prjóna. Það er mjög góð heilaþjálfun. Virkar allt saman. Er það alveg kameran í hóðinu? Er það alveg þreytt? Þetta er langt komið. Og ef maður vil hafa einhverju íhlutun frá sem yfirmaður eða stjórnandi, þá getur maður líka endurskipulagt hluti, gripið inn í. Og það eru til svona hugmyndir um það hvað er betur en annað, eins og ákveðnar tegundir af stjórnun og þessi vinnustæðafundir sem ég nefndi.
Og svo getur maður líka sinnt heila þvottinum, að heila þvo vinnustæðin, að vinna með fyrirtækja menninguna. Hvernig þið vilja hafa þetta, er það dyggð að vinna alltaf fram yfir, passað upp á hvíldina. Ég sé svolítið oft í fyrirtækjum að það búin til einhver mjög falleg stefna en hún ekki raungerð. Það pirrar oft líka starfsmenn, þá til einhver falleg plakat og svo ekki unnið eftir því. Og það þannig með fyrirtækja menninguna, hún ekki sköpuð af stjórnendum, hún ekki sköpuð af stjórn spítalans, hún ekki sköpuð af velferðarráðuneytinu, hún sköpuð af öllum hópnum saman. Það mikilvægt að gera sig grein fyrir því. Þið vinni hana öll saman. En þetta þessi þættir sem ég svolítið búin að nefna, en undir þessum heila þvotti fyrir vinnustaðinn maður vill breyta. Við höfum til dæmis að taka á sig okkar litla hópi af því að við viljum hjálpa, það mikil bið hjá okkur, að það bannað að vinna eftir klukkan 6 og við viljum ekki taka viðtöl helgar. Við brjótum ekki þessa reglu, þó að fólk bíði. Og það svolítið óþægilegt fyrir okkur, við getum reddað okkur stundum. Að búa til svona þætti í menninguna og breyta. Það ekkert mjög flókið samt. Síðan ef maður komin í vanda og veikur, þá til ýmis meðferðar úrræði, þá ég að tala meðferð á sjúklegri streitu. Þá það ekki eitthvað sem í höndum ykkar sem starfsmanna eða yfirmanna. Þetta komið yfir á einhvers konar meðferðarstaði í heilsugæslunni eða til einhver eins og okkar. Eða inn í starfsendurhæfingu hjá VIRK, því að þeir sem með sjúklega streitu, þeir oft með skerðing og starfsgetu. Og við notum mikið fræðslu og við notum mikið það sem við kallum hagnýta handleiðslu sem getur verið í hópi eða einstaklingar, unnið með verkefnin. Og þetta svona meðferðarskema fyrir kulnunina eða sjúklegu streituna líka. Og eins og einfalt og það þá samt fólk að draga úr álaginu, það ekki í boði alltaf að gera það. En maður skilgreinir svona álagstættin eins og ég sagði. Og í alvarlegri veikindunum þá getur komið fyrir að þurfa að setja fólk í veikindaleigu, það hvílst ekki öðruvísi. Og það stundum að fræða aðstandendur og vinnuveitendur og svo getur við bara flóknari eflingar meðferðir eins og samtalsmeðferðir og svona samvinna við vinnustæðir að koma fólk í vinnu aftur. Og stundum notum við lyf, en það svona ekki það fyrsta sem við hugsum um. Það þá ekki við streitunni beint heldur við kvíðanum og depurðinni og svefntruflunum. Og þær aðferðir sem eru svona evidence-based ekkert mjög margar. En það sem virðist virka best samkvæmt vönduðu rannsóknum endurhæfingarhugsun sem svona multifókal eða multinodal rehabilitation eins og það heitir á slanginu. Svona margþætt endurhæfing. Það sem að maður þarf að skapa fyrst tiltrú sjúklingsins á að hann komist út úr þessu og ná í bata, því að fólk missi trúna á því, það liðið eins og langur tími. Og síðan eru svona sérhæfari meðferðir eins og hugræn atferlismeðferð sem bætir líðan en hún bætir ekkert endilega vinnugetu. Hreyfingin skiptir máli. Og síðan eitthvað sem í endurhæfingarmódelunum sem ég kalla hérna skömmtun og það að gera ekki eins og algengast hjá okkur. Það kemur kona inn í heilsugæsluna eða inn á spítalann og hún alveg búin og á nógunni fær af álagi, að þá fer ég að hugsa sem læknirinn hennar og hún alveg með mér í því hvenær hún gæti sem fyrst verið að vinna. Þá komið þrýstingur bæða hana á mig. Svona hugsum við. Það eitt af fyrstu atriðum, taka burt þann þrýsting og búa til áætlun sem byrjar hægt og fer hægt áfram. Það það sem að kalla skömmtun. Og önnur villa sem við gerum að setja fólk í einhverja massífa samtalsmeðferð. Það sem alltaf við ferð að vinna á einhverjum gömlum áföllum. Maður bara ekki með burði til þess sem maður líður svona illa streitum. Það bara einföld stuðningsmeðferð. Þannig að lyfjum skammtað, samtalsmeðferðin skammtað, hreyfingun skammtað. Þegar maður byrjar að vinna þá því skammtað. Þetta sem ég kalla skömmtuð endurhæfing. Og flestir ná sér. Þó ekki allir. Stundum tekur það á langan tíma. Þannig að þetta er svona streituráðum til ykkar í streiturskólanum. Tíminn að vera búinn, þannig að ég get haldið áfram að gefa ykkur streituráð, en þetta er svona það sem ég ætla að segja. Og svona streiturskólinn. Að nota fræðslu, nota þekkingu til þess að minna ykkur á og gera ykkur meðvitaðri einkennin, eðli þeirra og hvernig hægt að bregðast við.
svo mér þessi mikilvæga spurning eftir svona innlegg. Þannig að líti í eigin barm. Hvað get ég gert til að draga úr streitunni minni? Þetta hægara sagt en gert. En ég held að það sé mikilvægt samt að nálgast þetta ekki út frá einhverju svona hugsun að verði nú að hafa þetta allt á hreinu. Þetta ekki sama hugsun eins og að fara að þjálfa einhverja nýja íþrótt og þekkja allt hana og fara að þjálfa sig. Heldur að gera sig meðvitaðan og geta dregið sig tilbaka og geta nýtt hvíldina og séð hverju maður getur breytt. Og þetta með heilaþvottin að vera ekki fastur í einhverjum munstrum. Þannig að ég vona að þið séu ekki alveg föst í svartsýniskastinu eftir þetta. Andrea, varst þú með einhverju spurningu? Þú komst aðeins svo seint. Nei. Eitthvað sem þið viljið vita meira sem ég hef ekki sagt? Ég átti þessu starfsmenn að skilja fyrirbærin. Já. Og ef maður skilur það, þá kannski getur maður ráðið við það. Já. En maður fer kannski, og ég er svo gaman að heilanum og við höfum svo okkur að tala það. Já. Og það er þess að þroskans og þróunars, kannski sérstaklega. Já. Þessu þróunar. Já. Hvað voru þessi dauðir allir til 100 árs? Og dóðir að hvað voru það? Kunnaði einhverju starfið til 100 árs? Já, þetta bara mjög áhugaverð spurning. Það er tíma þess að það nóþolimóð. Og það bendir allt til þess og tilfinningin að það sé að aukast tíðinni þessara vandamál. Og ég nú svo sem með nokkur orðin á bækinu, alltaf ekki búin að vinna sem læknir í 30 ár. Svo einhver ótrúlegt. Ég svona faraldsfræðilega þjálfun. Þannig að mín tilfinning að þetta fólk sem með streitu og kulnun það hafi verið til, sko. Og við höfum verið að skoða svolítið gömul greiningakerfi. Það er til mjög vandaðar rannsóknir á sjúkdómum eða tíðni geðsjúkdóma á Íslandi frá 15. og 17. áratugnum, sem voru Tómas Helgason, fyrrverandi prófessor í geðlækningum, og Lárus Helgason, þeir gerðu svona prevalens- og incidensrannsóknir á öllu landinu. Og þannig að maður er að spá í þetta fræðilega, hvar voru þessi sjúklingar? Þeir eru þarna, það heitir psykisk insufficiens, það var svona skandinávska greiningar kannski. En þessi sjúklegu streitu sjúklingar, ég held að það sé nýr sjúklingahópur. Þær eru öðruvísi. Tilfinningin þannig þegar maður fer að hitta á svona í meira magni, sko. Þetta er einhver veikindi og það eru kenningar á bak við þetta, að það sé orðið mikið svona fleiri streitu þættir, allir þessi tæknistreita, og það sé meiri krafa í samskiptum, og ef maður vil vera Freud að það sé meiri svona narsissistisk samskiptamönstur sem vitað í sálfræðin að valda meiri streitu. Það er þetta að vera á Facebook og sína myndir af sér. Maður fer í ferðalag öll Miðausturlönd og alla myndirnar mér og svo kemur eitthvað annað með. Þið vitið hvernig þetta er. Og það með þess að ég kennir það að þessi halva gráða sem hefur hækkað hitastigi á jörðinni hafi áhrif. Þess að heilinn er mjög viðkvæmur fyrir hitastigi. Ég veit það ekki, það veit þetta enginn, það svona kenningar. Ég held að þetta sé nýr sjúklingahópur og þess vegna er áhugavert að skoða það út frá sjúkdómsfræðunum okkar. Ef ég gef mér smá auglýsingu, þá ég fyrirlestur á eftir klukkan 5 mér á Andbókasafni. Þá ætla ég að tala meira heila og þessar hugmyndir svolítið. Ef þið hafið alveg svakalega mikinn áhuga, þá ætlum að vera ég og séra Svavar í, hvað heitir það, Safnaheimilinu, klukkan 12:30 á morgun, með málþingum trú og streitu. Og það byggist svolítið þessar spurningu okkar. Erum að missa eitthvað þegar trúin hverfur, sem var streituvörn? Aftur að þessu að vanda samskipti, því að hvað sem manni þykir trú, þá væri í öllum trúarbrögðum einhvers konar kódex samskipti. Þannig að þetta er bara mjög áhugavert efni. Þið eru öll velkomin ef þið viljið koma á þessa fyrirlestra. Svolítið athyglisvert að þú vitnaðir þarna áðan í rannsóknum tiltrú á yfirmanni.
En mér finnst það athyglisvert að því þú fórst Facebook sem dæmi og vangaðist og svo náttúrulega líka þetta að þeir sem að lenda í sjúkdómsstreitu eru gjarnan þeir sem eru að vanda sig og vilja gera 120%. Og í svona menningarlegu samhengi að Facebook náttúrulega samfélagsmiðlarnir. Og líka þessi ofsalega sterka krafa sem ég gangi alltaf með svona fullkomnun, að við séum að ná árangri, öll þessi námskeiðin bara þú bara setja það markmið og ná og stefna hærra. Og þessi skilaboð sem svona að koma frá ótrúlega mörgum. Og mjög mikið af þeim fræðum sem í kringum það eru markaðsfræði sem sækja ekki upplýsingar í rannsóknir á manneskjunni eða heilbrigðisfræðum. Þannig að við erum svolítið á leiðinni þangað til þessu umræðinu með þennan social brain. Þetta mjög áhugavert og þess vegna finnst mér líka svo merkilegt að fá að tala við fólk sem að vinna undir álag og merkilegt að tala við fólk sem eru stjórnendur af því að ég var að uppgötva þetta svolítið nýtt fyrir mér að forvörnin ekki inn í heilbrigðiskerfinu. Það truflar mig svolítið, mér finnst það eigi að vera það, en það það ekki. Man þarf að tala svona hugmyndir og reyna að skilja þetta. Það hlýtur að vera álag að vera 28 ára gömul bóndakona í Barðadalnum og veit ekki hvort þetta mat allan vetur. Það hlýtur að vera svakalega erfitt fyrir Keflavík og Möngu þegar allt fór eins og það fór, það ekki annars sög. Keflavík hérna handan við Gjögur, fyrsta dalverpið, austan við Eyjafjörðinn og það kom stóra bólaður, held ég. Það dó allt heimilisfólkið, nema Manga, hún var 11 ára í Keflavík og pappina dó þar áður, móðir hennar fór enda frá næsta bæ en svo kom það í ljós seinna, hún hrapaði og dó í hálkunni, þetta var að vetri. Og pappina segir við Möngu, það betra að ég setjist fram í dýragettina, þá getur ég dáið þar, þá getur ég ýtt mér út. Og hún gerði það. Svo var hann ein á 3. mánuð. Hann sagði mér að farðu ekkert, býttu hann til að vera sótt. Svo það ekki fyrir einhvern tímann páska að hákalla veiðimennir eru að sigla fyrir og út á Flateyjarsundi og þau sjá að það reykur ekkert úr þessum eina bæ í dalnum og fara í land og hafa stelpan þar. 11 ára gömul. Var allra kettlinga elst, giftist aldrei. Þau voru alveg örugglega ekki farið í áfalla og streitumeðferð. Þannig að ég hef ekki svarið, þetta mjög áhugavert. Það sem ég að reyna að skapa núna einhver svona hugvekja hjá ykkur að þeir sem hópur hafi meira vanda á heilsu ykkar en þið höfðu áttaði frá. Þessi einföldu hlutir eins og lyftujóga sem bara alveg stórkostlega mikið. Það er bara nokkuð gott. Jú, en ég var að hugsa að ég að kenna krabs unglingar. Það ekki eiginlega fyrir okkur þá komið símana, hann bara endalaust. Og svo hleypti maður minn tíma og þá talaði ég sem já, við varum í símanum. Já, það gengur fyrir. Og já, síminn gengur fyrir og hann lagði inn til þess að geta þyrst í vasum og hlaupa fram og vissi ekki neina. Og þau ná engri einbindis, engri. Við náum ekki að segja það neitt. Það var ekki minnst þetta bara stórvægt. Það er líka búið að tengja vanlíðan og aukin tími unglinga og kvíða hjá börnum og við eins og höfðukvíð í höfðum. Þetta aftur að það komið þroska í heiminn. Takk fyrir komuna. Góða helgi, hvílistu vel.